Takk kærlega Pétur, mjög áhugavert. En nú fyrir að síga á seinni hlutann, en ég var einmitt að velta fyrir mér svona í aðdraganda þessa fundar þegar ég var að undirbúa mig, hvað hinn almenni ferðamaður horfir til þegar hann er að velja Ísland sem næsta áfangastað. Það sé að hvaða spurningar spyr ferðamaðurinn. Og kemur kannski ekki á óvart, en það er smá samhljómur á milli þess sem kom fram í máli Péturs og sömuleiðis hjá hjónunum sem reka veitingastaðinn Bambus, að það eru þarna nokkrar algengar spurningar sem koma reglulega upp og þetta var mjög vísindalegt hjá mér. Ég fór inn á leitarvélina Google og googlaði Ísland eða Æsland og mig langar að deila með ykkur 4 algengustu spurningunum sem settar eru þar fram. Það er að segja fyrsta algengasta spurningin er hvaða árstími er bestur til þess að ferðast til Íslands. Næst algengasta spurningin er dýrt að ferðast til Íslands? Þriðja algengasta er hvað er Ísland þekktast fyrir? Og fjórða algengasta spurningin er Ísland öruggt land? Og mér fannst það svolítið merkilegur síðusti punkturinn og ég held einmitt að þessi punktur komi til með að skipta ferðamanninn í auknu meira máli og kemur til með að veita okkur ákveðna sérstöðu, það er að segja Ísland sé öruggt land. En þá er komið að pallborðsumræðum. Við höfum fengið góða gesti til þess að rýna í framtíðarhorfur ferðaþjónustunnar og flugrekstrar á Íslandi. En þau eru Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, Bogi Níls Bogason, forstjóri Icelandair Group og Sveinbjörn Indriðason, forstjóri í Savia. Sveinn Þórarinsson, sérfræðingur í hagfræðideild Landsbankans, mun stýra umræðum. En á meðan þau eru að koma sér fyrir að það langaði mig að koma því á framfæri að ítarleg greining hagfræðideildarinnar og þau myndbönd sem þið sáu hér áðan er inn á vef Landsbankans undir umræðinni. Þetta er efnis- og fréttaveita Landsbankans og ég hvet ykkur eindregið til þess að fara þarna inn. Það er fullt af fróðlegu efni, það er mikið lagt upp úr framsetningu og töluvert af svona tölfræðilegu efni. En Sveinn, yfir til þín. Já, takk Guðmunda. Það bara auðvitað að byrja og þakka ykkur fyrir að koma. Og ég er nú vanur að vera hérna hjá okkur, var hérna síðast. Og þið svo sem frá því að síðasta ráðstefna var ferðaþjónustuna, þá ykkar hlutverk aðeins breyst síðan þá og bara flott að fá okkur hingað. Og reyna eftir að setja myndband á Kranavatn áður. Voru að sjá þetta fyrst skiptið eða? Búin að sjá það. Já, búin að sjá Fyrst skiptið. Já, virkilega smart. Mjög fram að hér. Og klúður að hafa ekki George hérna bara frammi, ekki? Já. Það fattar það. Það var rosalega mikið efni sem kom fram hérna og ég held að við getum bara eflaust mjög lengi hérna að tala allt og kannski ná mikið fara yfir hvert einasta atriði sem er komið fram hérna í dag. Þannig að ég ætla bara allan að byrja á svona einni spurning okkur öll og það kannski varðar stöðuna sem var hérna fyrir 6 mánuðum síðan. Við ætlum að reyna núna og eftir að tala aðeins framtíðina. Hérna ef þið horfið til mars núna í ár og þegar kyrrsetningin kom fram og fall WOW og hugsið tilbaka hvað þið voru að hugsa þá varðandi stöðu ferðaþjónustunnar, hvernig voru það að horfa sumarið, finnst ykkur hvað þið voru að hugsa þá svona hafa ræst, er staðan betri eða verð, svona hort á stöðuna í dag, kannski bara Bjarnheiður að byrja þér. Já, staðan útlitið var ekki sérlega gott þannig í mars, ég sammála því og Samtök ferðaþjónustunnar settu til dæmis fram spá fækkun á fjölda ferðamanna og einnig á lækkun gjaldeyristekna í samræmi við það. En staðan núna, hún er vissulega miklu betri heldur en við áttum von á. Reyndar hefur störfum fækkað, svona svipað og við reiknum með og fjöldi ferðamanna sömuleiðis, en það virðist hafa unnist þarna einhver varnarsigur og að tekjurnar hafi haldist betri heldur en nokkuð maður átti von á. Og ég ertu svona sammála og þá kannski ekki hort kannski ykkar fyrirtæki en bara svona ferðaþjónustunni í heild? Já, ég held að staðan í dag sé bara góð fyrir íslenska ferðaþjónustu. Það sem kannski vant og að hafi komið fram mikið upplýsingum hérna áðan, það sem kannski vantar inn í öfnun er það að ef við værum hérna á sjávarútvegsráðstefnu og þá finnst ég að við værum bara nokkuð ánægð með stöðuna. Við værum búin að vera veiða aðeins minni fisk, fara betur með fiskistofnuna en ná jafn miklum tekjum næstu því. Og ánægja viðskiptavinina mikil, NPS-skór er að fara upp, þannig að staðan er að mörgu leyti að mínum mati bara betri og sjálfbærari núna heldur en hún var til dæmis fyrir árið síðan.
Við sáum fréttir út í heimi, Þýskalandi til dæmis, þar sem við vinnum mikið, að það voru stóra greinar það var bara over-tourism á Íslandi og bara það var talsverð ógn. Staðan allt önnur núna, þannig að mínum mati þrátt fyrir ýmis áföll, þá staðan góð og mörgu leyti betri og sjálfbærari heldur hún var fyrir einhverju síðan. Ok, Sveinbjörn, þetta er sammála? Já, ég held ég geti alveg verið sammála þessu og ég sjálfur sér kannski ekkert mikið betri eða mikið verri heldur en svona okkar væntingar stóðu til en auðvitað svo við komum fram að Icelandair til dæmis að lagði áherslu á farþega til og frá Íslandi meira heldur en skiptafarþegana sem hafði náttúrulega svo sem áhrif á okkar rekstur bæði jákvæðan og neikvæðan en þú veist svo maður reynir svolítið að horfa á jákvæða hlutin að þá sjáum við líka að þessi fækkun farþega gerir það líka verkum að við erum að ná betri árangri til dæmis í verslunartekjunum þegar kemur að hverjum einum farþega. Þannig að það er alveg jákvæð teikn á lofti og ég held að við eigum að vera svolítið bara stolt af okkur öllum fyrir það hvar við erum í dag sko. Bjarnheiður, ég tók eftir viðtalið við í Morgunblaðinu held ég skömmu eftir að þú varst kosin í fyrra og mér varst athyglisvert það sem þú talar að vantaði gögn og rannsóknir og varst að tala þá svona væntanlega framtíðarsýnina til að taka skynsamar ákvarðanir. Hvernig horfur á þetta núna? Finnst þið í góðri stöðu hvað varðar svona að ná utanum þennan stóra iðnað? Það þurfum við að gera betur? Við þurfum að gera miklu betur en vissulega hefur ýmislegt áunnist á síðustu árum. Það var til dæmis ákveðið árið 2015 að fara í stefnumótun fyrir greinina í heild sinni en þá komist menn að þeirri niðurstöðu að það væru bara hreinlega ekki til nógu áreiðanlegar upplýsingar og gögn til að hefjast handa við þá vinnu og í kjölfarið á því var sett á fót stjórnstöð ferðamála sem ég vona allir hérna inni þekki og síðan þá hafa þessi mál komist í töluvert betra horf en var en það hins vegar mjög margt ennþá óunnið og það sem við hjá Samtökum ferðaþjónustunnar höfum lagt áherslu á það þá sérstaklega það að taka upp betri vinnslu á þessum ferðaþjónustu reikningum hjá Hagstofunni sem eru partur af þjóðhagsreikningum og við höfum ekki verið nógu duglega að bæði að reikna þá samfellt og taka inn í þá alla þá þætti sem við þyrftum að gera eins og við gerum fyrir aðrar atvinnugreinar. Það myndi strax fleyta okkur mjög langt áfram ef við gerum það eins og á að gera það. Okay. Og eins og aðrar þjóðir eru að gera sem við berum okkur saman við. Fyrst ég náði auðvitað Sveinbjörn, þá kannski verði aðeins að spyrja þig, það verður svona aðeins, þið haldið utan mikið upplýsingum og svona verið að reyna að sækja í þær upplýsingar. Og þetta eru upplýsingar sem eru birtar annar staðar, víðast hvar. Er þetta kannski of erfitt að biðja þetta eða finnst þér þessar upplýsingar ekki mikilvægar? Jú, þú veist, við erum alltaf búið með fullt upplýsingur sem eru sko mikilvægar en kannski náttúrulega okkar staða, við náttúrulega erum einn afgerandi viðskiptavin sem er náttúrulega skráður á markaði. Þannig að stundum að þegar kemur að farþega upplýsingum að þá er kannski ekki endilega okkar að gefa þær frá okkur, heldur kannski væri það meira sko hjá Icelandair í þessu tilfelli. Þannig að við þurfum að fara bara einfallega svolítið gætilega bara með þær upplýsingar sem við sko söfnum saman úr okkar kerfum, einfallega út af því að Icelandair er það stór viðskiptavinur og það er mjög auðvelt að lesa úr þeim upplýsingum sem gæti farið frá okkur. Bara gögn sem að tengist beint til Icelandair sem er skráð á markað og það er staðreynd sem við lifum svolítið við sko. En ég er alveg sammála því að við tökum engar ákvarðanir nema byggt á góðum upplýsingum, það er alveg ljóst sko. Boltinn fór svolítið til þín Bogi þarna? Með upplýsingagjöf? Já. Við reynum að hafa okkar upplýsingagjöf í takt við í raun önnur flugfélög á markaði og birtum til dæmis mánaðarlegar farþegaupplýsingar og höfum verið að auka í það, í rauninni að sundilegar betur og allt þess aftar, þannig að ég held að okkar upplýsingagjöf sé í takt við það sem gerist á þessum markaði. Mér finnst ég að geta ekki sleppt að nefna aðeins varðandi Max kyrrsetningarnar og það, þó að við langar ekki að dvelja á það mál svona lengi, en kannski bara að svolítið afgreiða og sjáum bara síðust í gæru þetta bara erfið mál tengt þessu og ég held að sé allir sammála það að það sé miklu hagsmunir að fá vélina aftur. En hvernig heldur það muni ganga svo þegar hún komi? Ég verð bara að spyrja svona að þetta er svo kannski áhættuþáttur fyrir ferðaþjónustuna að ferðamenn muni vilja fljúga vélinni hingað og hvað þetta sé stór áhættuþáttur. Já, það sem er í gangi núna er mjög yfirgripsmikið og vandað ferli varðandi bara skoðun á vélinni hjá öllum flugmálayfirvöldum og framleiðandanum Boeing. Þannig að þegar þessu ferli lýkur þá hefur engin vél verið skoðuð jafn vel í flugsögunni held ég og þegar öll flugmálayfirvöld verða búin að staðfesta vélina og
flugmenn út allan heim og flugfröður fara að fljúga henni, að þá held ég að þetta verði ekki stórmál. Það tekur einhverja vikur, en svona eftir nokkra vikur, 1 mánuð, þá held ég að þetta verði ekki stóra máli í þessu ferli, að fá farþega borð í vélarnar. Hérna var svo sem áhugaverða niðurstöður varðandi hjá Gústa, varðandi könnuna sem við gerum. Og ég veit að, og sérstaklega þetta varðandi að kjarasamningar höfðu virtist hafa töluvert meira áhrif en rauninni beint fall WOW. Og þá vil ég kannski spyrja þig, Bjarni, og ég veit að þetta er svolítið stórt mál fyrir ykkur, er bara þessi samkeppnishæfni, bæði varðandi skattur og gjöld og álögur á ferðaþjónustunni. Já. Þetta er svona aðeins sagt með hvað vinnur þér ekki í þessu? Já, sko, það sem að ég held að stærsti áhyggjuþáttur ferðaþjónustufyrirtækja á augnablikinu sé einmitt rekstrarumhverfið. Við vitum það að við erum með frábæra vöru, eftirspurnin er fyrir hendi, meðmælaskorið er hátt, þannig að þessir þættir tala allir með því í rauninni að við getum vaxið áfram og sem sjálfbær áfangastaður vissulega, en það eru þættir í rekstrarumhverfinu sem valda okkur verulegum áhyggjum. Og eins og kom fram í þessari könnun, þá eru það kannski launahækkanirnar sem hafa valdið mestum búsifjum hjá ferðaþjónustufyrirtækjum á þessu ári. Og svo má ekki gleyma fílnum í herberginu sem er gengi krónunnar. Og það er kannski það sem veldur flestum þeim sem eru að reka ferðaþjónustufyrirtæki og þurfa að verðleggja sig í erlendri mynt. Það er þróun á gengi krónunnar. Hún hefur vissulega veikst núna undanfarið, sem er alveg lykilatriði í áframhaldandi velgengni okkar, en hins vegar hefur hún núna á síðustu dögum verið að sýna merki í aðra átt og það er bara hreint út sagt mikið áhyggjuefni fyrir greinina. Vegna þess að við erum auðvitað að keppa við fyrirtæki og aðra áfangastaði þar sem þessi strúktúr er allt öðruvísi. Já, en finnst þér kannski erfitt að við séum að þá að horfa til dæmis á laun og annað, að reyna að vera samkeppnishæf en samt sem áður að vera ekki í rauninni í einhverja láglauna stefnu eins og sumstaðar er auðvitað í ferðaþjónustu, annars staðar? Er þetta erfið lína? Þetta er bara erfið staða. Við erum náttúrulega hálauna land eins og bendir á og viljum vera það. En svo kemur mótsögnin, við erum í samkeppni við áfangastaði þar sem að laun eru miklu lægri og bara kostnaður og skattheimta af fyrirtækjum eru öll önnur heldur en hér. Ég held að við séum í efsta sæti hvað þetta varðar, nánast í öllum þessum flokkum sem ég nefni. Þetta Bogi er svo sem kemur auðvitað ykkur við líka? Já, það er ekki spurning og við erum að sjá það að launahlutfall í bæði hótelgeiranum og veitingageiranum hefur verið hækka og er orðið mun hærra heldur en það er ekki bara ef við berum okkur saman Austur-Evrópu, það er líka bara samkeppnislöndin hérna í kringum okkur í Skandinavíu. Þannig að svona öll stefna sem við erum að móta verður einhvern veginn að vera í takt við þetta. Við viljum borga góð laun á landinu og þá af leiðandi verðum við að veita mjög góða þjónustu og við verðum þá að horfa til hvernig farþega og túrista við viljum fá til landsins. Við viljum fá túrista sem eru bara til í að borga þetta sem þarf að borga fyrir þjónustuna. Þú veist, það eru fleiri sem fá sjokk en Bjarni Ben til að borga 1400 kall fyrir bjórinn og einhvern veginn verðum við að geta staðið undir þessu. Við getum ekki verið með þá stefnu að horfa á massa túrisma og flytja hingað farþega frá Los Angeles á $90 og kosta kannski leigubíllinn $150 til Reykjavíkur. Þetta verður allt saman einhvern veginn að hanga saman og stefnan sem að Bjarni hefur talað um áðan sem við höfum kannski eftir að klára. Þetta verður allt einhvern veginn að vera í flúti. Við erum hálaunaland, þjónustan verður að vera í takt við það og markaðsóknin okkar líka, hvernig ferðamenn við erum að sækja. Við vinnum aldrei á verðum, það er bara þannig. Nei, og mér langar að draga þig aðeins inn í sveipinn og þetta kannski gleymist oft kannski með Ísafi og Kristján kom kannski inn á þetta einhverju leyti og fleiri að Keflavíkurflugvöllur er náttúrulega í samkeppnisrekstri út í heimi. Það er rauninni bara samkeppni milli flugvalla að fá flugvélar. Algjörlega og við erum í bara gríðarlega mikilli samkeppni við flugvelli út í heimi og bæði við svona höfnflugvelli sem við höfum svona benchmarka okkur svolítið við sem eru svona þessi flugvelli sem er með svona skipti farþegatrafík líka og það sem að halla líka til viðbótar á samkeppnishæfnina að þráttur það svona að landfræðilega Íslands gefa ákveðið forskoti svo þegar kemur að leiðakerfi á Íslandi til dæmis að þá erum við það langt frá kannski næstu áfangastöðum að það eru svona fullt af þáttum sem að svona draga svolítið úr samkeppnishæfni Keflavíkurflugvallar þegar kemur að því að sækja flugfélög og farþega sem gerir það aftur á móti verkum og við erum líka í hálendlandi svo að tala um áður og það er bara veruleiki sem við lifum við en það gerir það verkum að því að nú nefnt fjórða iðnbyltingin að
að við þurfum að vera óbáslega framalega hérna þegar kemur að því að nýta okkur stafræna þróun, ekki bara til að auka sjálfvirknivæðingu og draga úr launakostnað og annað, þetta líka bara til að þróa tekjurnar okkar. Og sem sagt, mér finnst stundum gleymast í þessari umræðu þessa stafrænu þróun að þar liggja alveg endalaust tækifæri í því einmitt að sækja tekjur og í raun og veru að búa til einmitt eins og Bogi kom að svona áðan að raun og veru að við séum að búa til þessu upplifun og þú sért að fá það sem að borga fyrir. Og þar þurfum við bara að vera og við erum að fara í þá vegferð hérna hjá Isavia og Keflavíkurflugvelli að fara að leggja gríðarlega mikla áherslu á að nýta okkur þau tækifæri sem þar eru, einfaldlega því að hinir þættirnir eru það stórir sem vinna mót okkur, sko. Já, einmitt. Hjá ykkur náttúrulega hefur mikið gerst í rauninni bara sem svona standalone fyrirtæki að eitt stærsti kúnnin er farinn og auki samfara því kemur ekki bara fækkun heldur breyting á samsetningunni. Nú Isavia búið að hagnast ágætlega síðustu árin. Ég ætla bara að spyrja beint út, verður þetta ekki erfitt ár fyrir Isavia? Erum við að fara að sjá tölur í rauðu kannski? Sko við erum ekkert endilega að fara að sjá tölur í rauðu, sko. Við verðum eitthvað staðar í kringum núlli bara í lok árs. Svona þessar rekstrarspár okkar benda til þess. Og ef við erum að horfa bara á samanburði við 2018 að við erum að missa einhverja 3 milljarða úr tekjunum ríflega. Við erum ekkert að ná að skera niður kostnað upp að neinu marki. Eins og kannski áhrifin okkur það þegar Icelandair tekur ákvörðun það að vera með sem sagt meiri traffík til og frá Íslandi. Þá dregur það okkar möguleikum að skera niður því að það einfaldlega meiri umsýsla hjá okkur í kringum farþega til og frá Íslandi en á móti kemur að það eru tekjufæri það líka fyrir okkur. Þannig að við fögnum mjög þeirri ákvörðun Icelandair hafa gert á sínum tíma. Síðan náttúrulega þessi vákrafa sem hefur verið mikið rætt í sumar að við munum eins og staðan líklega að taka niðurskrift af því í bókunum okkar þannig að allt þetta mun gera það verkum og afskriftir að hækka því að við erum búin að vera fjárfesta svo mikið, sko. En þetta munum við eftirlega hreinsa út hagnaðinn en við erum ekkert að fara í eitthvað stór tap, sko, þannig að það alls ekki eitthvað disaster í gangi. Og þá einmitt að masterplaninu sem var kynnt, hvað svona, þú hefur talað þetta í viðtölum en hljóta að vera mikla breytingar eða þið bara að skoða þetta núna? Þetta svona já og nei, sko. Það sem náttúrulega þegar kemur þessu uppbyggingaráætlun sem við vorum búin að stilla upp í kjölfarið á því að gáum út þessa þróunaráætlun eða masterplanið þá náttúrulega vorum við bæði með Icelandair og WOW starfandi á flugvellinum og mikil vaxtarplön og bara ef við horfum á flota áætlanir þessara tveggja flugfélaga til framtíðar að þá sáum við fyrir okkur við getum farið til að bratti þessu uppbyggingu og í raun og veru farið í hana svolítið á grundvelli þeirra tekna sem við værum að fá frá þessum tveimur félögum. Þannig að við værum að greiða fyrir þetta annars vegar rekstur og hins vegar bara með lántökum. Þannig að núna kannski sjáum við fyrir okkur að þörfin alveg ennþá til staðar. Og það sem hefur gerst þegar WOW fer að þá er verið dettu bara einn svona banki eða 2 bankar úr deginum. Og svona kemur verri nýting á innviðan okkar. En við vitum það og við tekum alveg undir það sem að Kristján kom að sinna á áðan að lykillinn af þessum vext okkar skiptifarþega markaðurinn. Og við deilum mikilvægi Icelandair í því að Icelandair geti vaxið áfram á þeirra tímum í sínum hubbi með skiptifarþegatraffíkinni sem grundvöllurinn fyrir allri traffíkinni til og frá Íslandi og áframhaldandi vexti þar. Þannig að við munum þurfa að halda áfram þessu uppbyggingu en við munum þurfa kannski að fara svolítið öðruvísi það hvernig við fjármögnum hana. Mig langar að spyrja þig, Bjarnheiður, svona tengt þessu og þá flugvellinum og kannski koma aðeins inn á varðandi innanlandsflugið og stöðu þess og kannski þá þína félagsmenn og við sáum náttúrulega niðurstöður varðandi hvar áhrifin eru mest á falli WOW. Hvernig horfir þetta svona hjá ykkur varðandi mikilvægi þess að laga innanlandsflug eða ekki laga það eða svona, einhverjar breytingar sem þið myndu vilja sjá? Sko, innanlandsflug náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir ferðaþjónustu og þá sérstaklega þá möguleika ferðamanna að geta ferðast víðar landið á styttri tíma. Þannig að auðvitað viljum við sjá veg innanlandsflugsins sem mestan en það sem við höfum kannski verið að benda á það að það þarf að vera, ef það ekki hægt að vera með beint innanlandsflug sem sagt frá alþjóðlegum flugvelli þá þarf að minnsta kosti að vera bein tenging þannig að fólk geti farið beint frá einum flugvelli yfir á annan sem þýðir semst frá Keflavík til Reykjavíkur í einni ferð en það til dæmis eitthvað sem ekki fyrir hendi í dag. En að sjálfsögðu þetta þá sérstaklega fyrir landsbyggðina sem við höfum nú verið að leggja áherslu á að við þurfum að efla greinina allt land til þess að hún geti orðið arðbær og fagleg. Þá náttúrulega innanlandsflug gríðarlega ríkur þáttur í því til framtíðar séð. Erum við ekki bara kannski komin á þann stað að bara einhver niðurgreiðsla þarf að koma til þess að efla þetta eða við sjáum að
reksturinn gengur ekki vel. Já, eitthvað þarf að gera allavega. Og hefur innanlandsflugið verið átt svona erfitt uppdráttar? Já, eftirspurnin hefur því miður minnkað á innanlandsmarkaðnum. Við fórum svona nokkur ár aftur í tíman að þá voru hérna mikla framkvæmdir út á landi, virkjanir og álver og þess aftar sem að raunni studdu við eftirspurnina. Það er ekkert slíkt í gangi í dag, þannig að markaðurinn er mjög veikur og við höfum þurft að skera niður í raunni framboð og þetta hefur svona keðjuverkandi áhrif af því að framboð býr til eftirspurn og þjónustu, eða þjónusta býr til eftirspurn og við erum á bara frekar erfiðum stað með þetta í dag, að afkoman er slæm og í rauninni markaðurinn mjög veikur, þannig að varandi niðurgreiðslur, sjálfbærni var hérna lykil orða áðan, ég er ekki viss að niðurgreiðslur ríma endilega við sjálfbærni, en það þarf að skoða þetta vel og ég er sammála því að innanlandsflugið er að sjálfsögðu mikilvægt bæði fyrir bara þjóðfélagið og ferðaþjónustuna, þannig að við þurfum að finna út úr þessu en staðan er ekki góð núna, það er bara þannig. Já. Hérna, ég langar aðeins að koma inn á, Sveinbjörn, þú talar í viðtalið nýlega varðandi erlenda fjárfestingar og bara þessi erlend þekking og hérna, ég ætla að spyrja þig og Bjarni varðandi þetta og hvernig þú sér þetta fyrir varðandi Keflavíkurflugvöll, aðeins svona að labra út á það og líka bara til dæmis að varðandi erlenda þekkingu að kannski, ég veit að kannski þú getur ekki svarað en að styrkja til dæmis stjórn Ísafi eða svona einhvern veginn með erlendri þekkingu, þetta er eitthvað möguleiki eða snýst þetta bara peninginn eða það er talast í hendur. Hvað svona sér þetta þróast með bestum hætti? Já, það var kannski ekki alveg svona innistæði fyrir því að verið að kalla eftir ykkur sérstaklega eftir ykkur erlendri fjármögnun í Ísafi en punktur var kannski meira sá eins og komin á áðan að við erum svolítið komin í það umhverfi núna eftir að hérna WOW fjallað að við sjáum fyrir okkur að ef við ætlum að fara að krafti í uppbyggingaráætlunina þá er mjög líklegt að við þurfum að sækja okkur viðbótar hlutafé. Og það náttúrulega kemur annað bara frá núverandi eiganda sem er íslenska ríkið eða innlendi fjárfestum sem að gæti þá verið lífeyrissjóður til einhverjir aðrir eða þá frá erlendi fjárfestum. Og það sem ég er einfaldlega að benda á er það að við erum búin að hérna okkur örfáum árum erum við búin að fara úr því að vera bara lítill krúttlegu flugvöllur í það að vera bara stór alþjóðlegur flugvöllur með öllum þeim áskorunum og hérna ég er einfaldlega að benda á það bara að með þessu fjármagni sem við getum náð inn í félagið gæti fylgt mjög verðmæt þekking sem getur gert það að verkum ef við verum að taka bara vandaðri ákvarðanir hvort sem það kemur að reksturinu með uppbyggingunni. Svo fer alltaf þessi ljóta gríla á loft, það fer alltaf eitthvað að veifa þessari einkavæðinga umræðu og það er alls ekki það sem ég er að vísa til og það eru fjölmargir flugvellir í Evrópu sem eru með einkafjárfesta borð í minni hlutaeigu en meiri hlutaeigun er alltaf í eigu viðkomandi ríkis og stjórnun og fer fram bara í gegnum meiri hluta eignarhaldi þannig að þetta snýst ekkert að því en þetta snýr bara því að það er þessi þekking sem er svo mikilvæg sem við erum núna bara að sækja okkur bara með ráðgjöf og annað sem gæti komið bara inn í reksturinn. Og ég er ekkert endalega að velta fyrir mig, þú veist eitthvað með stjórnun okkar hefur verið, hún er náttúrulega pólitískt skipuð en gegnum þessu miklu uppvaxtur ára þá hefur ekkert okkar stjórnum verið til vandræða. Fólk hefur bara verið og stutt við þessu uppbyggingu eins og ekkert sé en þetta snýr meira því bara að fá þessa þekkingu kannski inn í reksturinn og inn í þessar stóru ákvarðanir sem framöndan eru. Okay. Varðandi þetta einmitt Bjarni erlenda fjárfestingu og bara inn í ferðaþjónustunni, hún sé ekki mikilvæg og vanti hreinlega eða? Jú, ég meina við erum náttúrulega lítið land með lítið hagkerfi og takmarka fjármagn. Þannig að ég held að við ættum að líta erlendra fjárfestingu inn í greinina bara mjög jákvæðum augum. Og eins og þú komst inn á þá er það ekki bara, snýst þetta ekki bara peninga, heldur snýst þetta þekkingu og reynslu og nýja strauma og vinda. Know-how frá kannski fyrirtækjum í sömu grein erlendis og síðast en ekki síst finnst mér þetta líka ýta undir trúverðuleika áfangastæðarins Íslands. Það er að hafa einhverjir aðrir trú á honum heldur við. Mér finnst það mjög mikið heilbrigðismerki. Og er einhver leið til þess að, er eitthvað sem við þurfum að gera til þess að sækja þessa meiri fjárfestingu? Kemur þetta þá aftur að kannski álögur og skatta eða eitthvað slíkt? Það myndi örugglega ekki skaða. Og þú núna komið erlendan hluthafa og svo þið að selja hótelin til erlendis aðila. Sú vegferð í gangi. Hvað getur þú sagt ykkur hvað eru þessir aðilar eða hvað finnst þér þessir erlendir aðilar sem eru jákvæðir við Ísland? Getum við lært af því eitthvað eða hvað þeirra punktar? Það voru mjög margir aðilar erlendir sem hefðu áhuga á hótelfélaginu okkar og við skrifum svo undir samning við einn þeirra og það var sammett með þessum fjárfestum að
þeir sáu allir mikil tækifæri í Íslandi og íslenska ferðaþjónustu til framtíðar. Þú veist, við höfum allt hér sem að framtíðin vill í rauninni sækja í, eða fólki í framtíðinni, svo getur komið inn á það. Þú veist, það er sjálfbærni og hreint vatn, loft, friður og þetta allt saman. Þannig að þessir aðeins sjá gríðarlega mikið tækifæri í Íslandi til lengri tíma og ekki að horfa á eitthvað að högga á einu ári, þeir eru allir að horfa til langs tíma. Og það er svona hótelparturinn, varandi félagi sem kom svo inn í Icelandic Group sem er núna stærsti hlutaminn. Þá er það rauninni samt sama þar, þeir sjá tækifæri í okkar leiðakerfi að tengja saman Norður-Ameríku við Evrópu og nýta þá ferðaþjónustu í Íslandi líka. Þannig að og fyrir okkur að fá svona aðila inn í hlutahópin er bara gríðarlega verðmætt. Þetta er aðili sem er búin að vera fjárfesta í flugfélögum erlendis og hefur mikla þekkingu og reynslu og við erum þegar búin að græða mikið á því og munum horfa til þess áfram. Mér langar aðeins að koma inn á svona hort fram á við og þá ferðamenn sem við viljum fá til landsins og það er svolítið mikið hort á Asíumarkaðinn og svo Bandaríkjamarkaðinn auðvitað, eitt mikilvægasti markaður okkar. En þar hefur eiginlega fáir tekið upp þann slaka sem fór ef á. Er þetta eitthvað sem að þessi breyting, er þetta eitthvað sem við höfum áhyggjur af? Er bara erfitt að sækja Bandaríkjamarkaðinn? Snýst þetta flugfélögum þar eða er ykkur möguleikar? Sveinbjörn kannski svona með Já, sko það sem við höfum náttúrulega gert og erum búin að gera mörg síðust ára að við höfum verið með verið að keyra hvatakerfi á flugvöllunum þar sem við erum að því að sem Bogi getur vantilega staðfest að það hefja sem sagt flugmilli nýrra áfangastaga. Þetta er gríðarlega mikil fjárfesting fyrir flugfélög og tekur oft langan tíma fyrir viðkomandi rútur að fara að skila einhver arðsemi. Þannig að við höfum reynt að leggja okkar að mörkum með því að veita afslætti af gjaldskránni svona við ákveðnar kringumstæður og til dæmis á síðasta ára þá greiddum við tilbaka til flugfélaga hátt í 900 milljónir í gegnum hvatakerfið okkar. Við núna eftir að WOW er fjalla þá fórum við og endurskoðum hvatakerfið okkar og núna erum við að leggja svolítið áherslu á það einmitt að veita hvata til flugfélaga sem að byrja að fljúga til okkar til áfangastaði utan Evrópu. Og þá erum við bara að horfa til Ameríku og Asíu og við erum þá líka að reyna að veita hvata til þess að fá flugfélög til að fljúga á þeim tímum dags þar sem er lítið sem ekkert af umferð á flugvöllunum. En svona þetta er okkar framlag og við svona erum á þeirri vegferð í raun og veru að frekar að spýta í þarna heldur en að draga úr þrátt fyrir það að við séum að verða fyrir svona rekstrarlegum áföllum út af WOW. Því þarna sjáum við tækifæri til framtíðar. Við skulum heldur ekki gleyma því að það er náttúrulega ekki nema kortið síðan WOW féll þannig að þetta eru stórar ákvarðanir. En þetta er svona það sem við erum að leggja í mörkunum að það er einmitt að aðlaga hvatakerfið okkar þannig til að auðvelda þessum flugfélögum hvort sem það er Icelandair eða önnur flugfélög að byrja að fljúga þessa lengri leggi sem er þá Ameríka annars vegar og Asía hins vegar. Bjarni, finnst þér, nú sáum við að mesta höggið í, bara hort núna auðvitað eins og Sveinbjörn segir, þetta er bara stutt síðan en mesta höggið var auðvitað í Bandaríkjamönnum sem eru nú þekktir fyrir að eyða svona nokkuð vel og með aðra. Finnst þér þetta áhyggjuefni eða finnst þér bara þá ennþá meiri tækifæri? Jú, vissulega eru Bandaríkjamenn mjög mikilvægur kúnnahópur fyrir mörg ferðaþjónustufyrirtæki þannig að þetta er að vissu leyti áhyggjuefni. Við viljum auðvitað öll fjölga Bandaríkjamönnum, það er liggur alveg ljóst fyrir. Og það er bara vonandi að eitthvað af þessum fyrirætlunum nái fram að ganga og þetta leiðakerfi byggist upp aftur. Þetta er eins og ég segi mjög mikilvægt fyrir ferðaþjónustu að það komi hingað fleiri Bandaríkjamenn. Fyrir ykkur Bogi snýst kannski eitthvað leyti þá flugvélakostin auðvitað líka til að sækja meira inn á Bandaríkin. Er það rétt metið? Að einhverju leyti, ef að Maxinn hefði verið í loftinu í sumar þá hefði við klárlega hort betur á ákveðna staði sem að WOW fór út úr heldur en við gerðum. Síðan varðandi WOW og fækkun amerískra ferðamanna til Íslands þá snýst þetta svolítið það að WOW var náttúrulega að flytja mjög marga tengifarþega inn í sínum flugvélum og þegar það leiðarkerfi hverfur alveg að braut og það er ekkert annað félag sem er að fara að byggja upp svona tengimódel, það er bara ekki grundvöllur fyrir svona to and from á svona marga staði að þá það verður að horfa á málið svolítið þannig. En varðandi flug Ameríkana til Íslands þá sé ég bara tækifæri því að við komumst í gegnum þetta sumar með þetta jákvæðum hætti þannig að til framtíðar held ég að tækifærin séu mjög mikil hvað það varðar. Heldur kannski að bandarísk flugfélög við erum kannski ennþá aðeins og lítil þannig að þau séu að fara þessa rútu fram og tilbaka eða eitthvað skoðan því? Við skulum ekki gleyma því að við erum nú þegar með 4 af stærstu flugfélögum Ameríku nú þegar að fljúga til Íslands og ég held að það sé svo til
hátt í það að vera einsdæmi í Evrópu. Og hérna þannig að, eins og ég segi, sko, eins og saga með konuna sem vildi ekki þykja farseðilegt til Íslands, sko, að við náttúrulega erum komin á hérna landakortið í Ameríku og sem sagt Ameríkanar eru spenntir fyrir því, þannig að þetta er meira spurningum frambóð, meira heldur en kannski það að við séum eitthvað að missa þennan marka frá okkur. Teikjöndur sem að Bogi sagði á hann að hérna, þetta með Maxana líklega hefur það haft áhrif á frambóð til Ameríku í sumar, en markaðurinn er klárlega til staðar og hérna ég held það að vöxtur WOW og svo það að verið með skiptifarþegum manna hefur sýnt það að þessi markaður er til staðar og það er þess virða að sækja inn á hann. Og hvort sem það verður Icelandair eða amerísku flugfélögin sem að spýta í lófan að hérna, það er náttúrulega bara komið í ljós, en það hafa náttúrulega flugfélög verið að díla við vandræði út af möxunum. Þannig að það er ekki bara Icelandair sem er að díla við þetta, þannig að við höfum líka fundið fyrir því að það eru flugfélög sem hafa áhuga á Íslandi en hafa einfaldlega ekki aðgang að vélum til að sinna þeim áhuga, sko. En aðeins til að bæta við þetta, það þráttur í brottfall WOW og Max áhrifana, og þá voru fleiri flug á milli Íslands og Norður-Ameríku í hverju viku í sumar heldur en á milli allrar annarra Skandinavíu og til Ameríku samtals. Þannig að frambúðið er í dag þráttur þessar breytingar gríðarlega mikið á milli litla Íslands og Norður-Ameríku. Ja. Og þá bara öðrum svona spennandi markaði, það er oft að tala um hann Asíumarkað og mikið vísa á hann og bara mjög skemmtilegt að hlusta á hann Davíð hérna á hann, hvernig þeir horfa og er að taka við þessum farþegum. Hvernig finnst þér þetta vera meira kannski, þetta snýst utan frambúð og svo líka utan á eftirspurn. Er Ísland nógu móttækilegt fyrir þennan markað? Ef við horfum burt frá frambúði, er bara okkar vara, þetta er sammála því, hún sé bara það góð fyrir þennan stóra markað? Og við verðum náttúrulega átt okkur á því að Asíumarkaður er allt annars eðlis heldur en þessir markaðir sem við höfum verið að þjóna hingað til. Og eins og einn gamal reyndur í faginu orðaði það svo vel fannst mér að bestu nýju markaðirnar okkar eru gömlu markaðirnir. Sem sagt þessir markaðir sem höfum verið að þjóna sem eru sem sagt Norður-Ameríkanar og Mið-Európa og Skandinávía. Og við höfum reynslu í að þjóna þessum mörkuðum, höfum gert það vel í gegnum tíðina. Þetta eru svona fólk sem hefur svipaða menningu og gildi og við. Þannig að ef við ætlum að fara inn á Kína eða inn á Asíumarkað, sem ég veit náttúrulega það líta margir hýru auga til þess markaðar eðlilega, þetta er sá markaður sem kemur til með að vaxa sjálfsagt mest í framtíðinni, þá þurfum við náttúrulega að undirbúa okkur vel. Við þurfum að skipta dálítið um gír og það mun væntanlega breyta dálítið landslæginu í ferðaþjónustu ef við förum að krafti inn á þann markað og það er bara einhver ákvörðun sem við þurfum að taka. Og þurfum bara að vera þolinmóð. Já, og svo líka við getum reiknað með því ef að það kemst til dæmis á beint flug á milli Asíu og Íslands að þá mun verða mjög mikið á Asíubúum sem koma hingað. Þannig að við þurfum að kannski að taka ákvörðunina hvort að við viljum laga vörun okkar að þessu markaði og gera það þá vel til þess að þjóna þessu markhópi eins og við viljum gera. Ef ég má bæta við hérna, og þetta er alveg laukrétt hjá Bjarni, að þetta er ekki svo einfalt að byrja bara að fljúga. Það þarf alltaf að fylgjast að, ég menna indverski ferðamenn sem koma hingað, við þekkjum það eins að þeir eru bara með allt aðra þarfir heldur en rauninni allir aðrir. Þeir vilja að þeir mæta hóteli þó þetta sé bara millistjætt í Indlandi, það sé haldið á töskunum fyrir þá og vilja eiginlega elda matinn sjálfir og þannig að borði í vélunum þá er þetta allt önnur þjónustana, þannig að það er ótrúlega mikil breyting sem að þarf að eiga sér stað ef við ætlum að í rauninni fara þangað í stórum stíl, það er ekki bara að hefja flugið. Já, sem er bara örstuð. Er bara tækifæri þarna? Sko alveg klárlega og sko það má heldur ekki gleyma því að tækifæri felst sko líka bara í tengi hérna í Keflavíkurflugvelli sem tengistöð og hvort sem að kemur eitthvað erlent flugfélag eða eitthvað innlent flugfélag byrja að fljúga til hérna Asíu að þá til dæmis verður þetta að tengja fá farþega inn á leiðakerfi Icelandair og þannig líka byggt undir þessar flugleiðir á þessa markaði sem við þekkjum betur. Þannig að þetta er allt svona samverkandi þættir og flugtengingarnar, þær eru lykilþáttur í þessu og hérna það eru rannsóknir hérna Alþjóðasamtaka flugvalla segja að 10% fjölgun í flugtengingum hafi sko 0,5% áhrif á hagvöxt. Þannig að sko þetta er allt sko það að fá Asíu inn í tengibanka til dæmis Keflavíkurflugvelli, það er gríðarlega mikilvægt líka bara fyrir núverandi áfangastæði. Og við hérna sögum það fyrir 2 árum síðan að við stefndum á flug til Indlands haustið 2019 og við sáum talsverð tækifæri því en vegna bara ýmissa aðstæðna hjá okkar félagi þá settu þau það aðeins á ís en við munum taka það aftur á teikniborðinu þegar hérna svona við sjáum betri afkomu í núverandi leiðakerfi. Þannig að tækifærin er svo sannarlega til staðar hann. Hérna, mér finnst þessi hálftími hérna rúmur hefur farið ansi hratt þannig að það er ekki náð að taka á öllu hérna en svona sem svona loka spurning
þá langar mig bara svona að horfa bara ár fram í tíman. Ef þið væri hérna aftur að ári hérna settist niður, hvernig haldið að staðan verði og hvað svona fyrir ykkur myndið þið vilja sjá kannski svona gerast, svona hvað svona mesta ákalla að við gerum fyrir okkar stærsta iðnað, kannski Bjarnheiður. Eftir ár segir ég er bara mjög bjartsýn það hvernig staðan verður eftir ár. Við erum núna að fara á stað með stefnumótun, mjög metnaðarfulla stefnumótun í ferðaþjónustu fyrir Ísland sem áfangastað sem er bara að hefjast núna í þessum töluðu orðum, einmitt kynningafundur það verkefni á morgun sem ég hvet fólk til að mæta á. Þannig að ég held að við séum að fara að taka svona málin fastari tökum og við séum að fara að taka þetta allt saman alvarlegar þessi verkefni sem við ætlum að byggja upp og vinna að fyrir eflingu greinanna til framtíðar. Þannig að ég er heilt yfir séð mjög bjartsýn. Reyndar eitt mál sem ég hef áhyggjur af og það er hérna gengi íslensku krónur. Það mun hafa lykil áhrif á það hvernig afkoma og í rauninni eftirspurn verður á næsta ári. Ég er bjartsýnn maður að eðlisfari og ég reikna með því að eftir ár þá verðum við búin að vera að fljúga Max-vélunum í okkar leiðakerfi í svona 9 mánuði og staðan bara góð hvað það varðar og það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir okkur og íslenska ferðaþjónustu og að mínum mati eigum við að horfa á gæði ferðamannanna, ekki endilega á vöxtinn og ef við gerum það og það verður svona heildarstefnumótun muni snúast það þá verðum við í góðri stöðu eftir ár. Sveinbjörn, erum við á góðum stað eftir ár? Já, ég held það líka en þú veist ári kannski stuttur tími í lífi fljúvallar en það sem ég kannski hef aðeins áhyggjur af og sem maður er að heyra aðeins svona utan að sér að það er sem sagt er bara vilji bara til að fjárfesta í ferðaþjónustu og ferðaþjónustu fyrirtækjum bara á Íslandi að svona manni skilst að það sé komið pínlítil þurrð í þann markað og ferðaþjónustu fyrirtæki fóru í fyrra mörg fyrir gríðarlega mikla hagræðingu og skáru mikið niður þannig að það var ár hagræðingar. Þetta ár kannski var þá árið sem að þau reyna að byggja sig upp á nýju og það er fullt af frambærilegum ferðaþjónustufyrirtækjum sem er að koma ágætlega undan sumri en maður hefur smá áhyggjur af því að það sé nægilegur áhugi bara fjárfesta á Íslandi til að fjárfesta í ferðaþjónustufyrirtækjunum og það er eitthvað sem ég held við þurfum að huga mjög að því að það er alveg lykilþáttur í því að við verðum í góðu skapi eftir 1 ár. Okay. Ertu sammála því Bjarni, svona þú kannski lokir þessu? Já, ég er sammála þessu og vil bara ítreka það að við verðum á góðum stað eftir 1 ár. Okay. Ég vissi það. Takk hella fyrir okkur. Takk. Takk fyrir. Við látum þetta þá vera loka orð dagsins. Ég vona að þið hafið gagn og gaman af og ítreka allt það efni sem hefur komið hér fram er hægt að nálgast inn á vef bankans undir umræðunni. Að því sögðu þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Eigið góðan dag.